Góðan dag, góði gestir bæði hérna í salnum í Grósku og þið sem eruð á netinu í streymi. Gleðilegan alþjóðadag jökla. Þetta var svona brotaði besta úr rannsóknarferðum Andra Gunnarssonar sem er jöklamaðurinn okkar hjá Landsvirkjun. Magnað hvað er alltaf gott veður þegar hann fer upp á jökul. Alveg hreint ótrúlegt. Maður þetta merkjaði í dagatalið þegar hann er á ferð, hyggjumaður á ferðir upp á hálendi. En ég held að sé óhætt að segja að það sé einstaklega vel til fundið hjá Landsvirkjun, Jöklarannsóknarfélagi Íslands og Jarðvísindastofnun Háskólans að efna til þessa fundar á þessum degi. Ég heiti Þóra Arnarsdóttir og maður getur sagt svona innan gæsalappa að stýra þessum fundi. Hann er nú ekki flókinn að samsetningu. Það eru hér 3 sérfræðingar sem ætla að halda áhugaverð erindi og ekkert meir það að segja. Ég vissum að þeir eru tilbúnir að svara spurningum bara hérna fyrir utan á eftir. Fyrstur á svið Magnús Tumi Guðmundsson. Ég held að við könnumst nú flest við hann. Jarðeðlisfræðingur og prófessor í jarðeðlisfræði hérna við Háskóla Íslands. Magnús Tumi var formaður Jöklarannsóknarfélags Íslands frá 1998 til 2022 í nærri því aldarfjórðung og búinn að vera virkur félagsmaður að mér skilst held ég bara nærri 40 ár. Og Magnús Tumi í sinni formannstíð leiddi mjög farsælt samstarf Landsvirkjunar og Jöklarannsóknarfélagsins í öllu því lítur að jöklarannsóknum og uppbyggingu innviða bæði á og við jöklalandsins, jöklarannsóknum til heilla. Ég held að við þekkjum alveg fræðaferil Magnúsar. Ég held mér sé óhætt að segja að það sé enginn sem þekki betur virkar eldstöðvar undir jökli og hans rannsóknir hafa náttúrulega snúið að því að kynnast þeim sem best, jökulhlaupum og svo framvegis. Magnús Tumi, gjörðu svo vel. Velkomin. Já. Á því ekki bara að gera. Já. Það er svona. Það er spurning hvort ég finn glærurnar mínar. Þarna koma þær. Já, komið þið sæl. Það er gaman að vera hérna í dag og glæsilegt að skipuleggja þennan fund sem að ég skipulagði ekki. En féllst á að tala samstarf Landsvirkjunar og Jöklarannsóknarfélagsins og jöklarannsóknir. Nú ég ætla að fara aðeins í söguna og hérna aftur líka og svona stikla aðeins á stóru og en þetta hefur verið
mjög farsælt samstarf og ég held að það sé og svona dæmi það hvernig vísindafólk, áhugafólk sem hefur skipt gríðarlega miklu máli í starfi Jöklarannsóknarfélagsins, áhugasamt fólk sem að hefur kann hluti því að það þýðir ekkert að vera upp á jökli og vera bara, hvað maður segja, einhver vísindanörd kemst ekki langt. Það þarf að vera alhliða, það að gera hluti á jökli þýðir að það þarf mikla svona kunna að ferðast, kunna bjarga sér, vita hver eru hættur og ráða við hluti. Og svo er þetta krefjandi aðstöður, tæki vilja bila og bílar brotna og þá eins gott að þetta sé hópur sem ræður við hluti og það hefur verið í Jöklarannsóknarfélaginu og samstarfi Landsvirkjunar og Jöklarannsóknarfélagsins. Þar hefum við svo sannarlega haft fólk í það sem að hefur getað tjaslað saman hlutum sem að og maður hefur verið á ferðum með fólki sem að héldu að ferðirnar væru búnar því að bíllinn brotnaði en það var bara bíllinn soðinn saman aftur og haldið áfram og sumt af því fólki sem hefur gert það nú hér inni en ef við förum nú í þetta og þá þetta rannsaka á jöklum að þetta miklu meira mál og miklu meira í kringum það heldur en að segjum til dæmis að því að ef þú vilt stúdera svona tína og nú ég ekki að gera lítið úr því að tína smádýr í fjörunni eða fara í eða skoða jarðlög í jarðlagastafla það sem þarf ekki að fara mikið það mikið í kringu þetta og hér nú svona og það mikill búnaður sem þarf og kunnátt að nota hann en þetta með jöklana skiptaði máli ef við búum í Belgíu eða þá það nú ekki stórt mál eða Hollandi eða Ungverjalandi eða eitthvað Ítalíu þá þetta nú eru jöklar ekki stórir en á Íslandi þekja jöklar 10% landsins og ef við undanskiljum Grænland sem að verður kannski sjálfstætt bráðum eða partur af við skulum ekki fara út í það en það ekkert land þess að jöklar spila einn stóra rullu eins og Ísland þekja 10% landsins stóra jökulár renna frá jöklunum, skipta miklu máli í vatnsbúskap, allar stærri virkjanir, nota jökulvatn. Svo það náttúruvá sem fylgir, eldgos, jökulhlaup sem stór, þetta samanlagt stór partur af svona þeirri náttúruvá sem við höfum, þó hún sem ekki kannski svo sem hefur verið viðamest hér síðustu árin. En hún sífellt nálæg. Og það mikilvægt að fylgjast vel með jöklum, afkomu vegna og hvert stefnir ræður miklu varandi virkjanirnar og framhlaupum, eldgosum og jökulhlaupum og öllu þessu. Nú, Jöklarannsóknarfélagið, það stofnað 1950, kem nú að því á eftir, en fyrstu 30 árin að þá var þetta, bara nefni hérna nokkra, hann svona vissir að hafa bara dautt fólk í svona, en hér hreppstjórinn, það Guðmundur Jónasson og húsbóndinn sem var Jón Eyþórsson og kapeláninn Sigurður Þórarinsson, hann var á bak við öll þessi nöfn sko og bjóð þetta til, þannig að vantar nú reynda dómaran, það voru hugrenningasyndir, voru vestar í jöklaferðum hér áður og sektað mikið fyrir, það gleymdist reyndar alltaf að rukka sektirnar, það átti að nota að byggja skála, það kom nú lítið að peningum út úr því, en þá var fólki sem sagt rukkað fyrir hugrenningasyndir fyrir að framkvæma ekki eitthvað syndsamlegt sem að rann í huga þess og svo bara Sigurjón Rist sem var mikill jaxl og mælingamaður á jöklum og svona, ég vildi nefna þá en nú svo það frumherjar fyrsta kynslóðin, þetta nú svo sem var virkust áður en að samstarf Landsvirkjunar og Jöklarannsóknarfélagsins byrjaði og þarna dreif nú fram Huldu Filippusdóttur og Ingu Björgu Árnadóttur. Þær voru miklar valkeljur, ákaflega skemmtilegar og gaman að vera með þeim og
og það með heiðursfélag Jöklararannsóknarfélagsins að það fyrstu kynslóð. Þetta var ekki fólk sem að lífið sér, þetta var ekki fólk þetta var erfiðisfólk líka, en það var flest ótrúlega langlíft. Og þið sjáuð að þær dóu 98 og 99 ára. Og hér 50 ára afmæli Grímsvatnaskála í júní 2007, þetta Hulda og Inga með og þær voru sem sagt aktífa langt fram yfir áttrætt í jöklaferðum. Og það þetta að hafa ekki áhyggjur af smámununum, það hjálpar fólki að lifa löngu lífi. Mjög góður hópur. Nú, Jöklararannsóknarfélagið, það leiðir saman áhuga fólk og vísindafólk. Það hefur starfað frá 1950 og það var Jón Eyþórsson sem stóð að því. Og þeim tíma voru engar stofnanir í landinu sem réðu við svona verkefni. Það voru engin tæki eða svoleiðis. Og það var þetta að með því að stefna saman áhuga fólki, þetta voru afreksfólk í skíðum á þeim tíma og svoleiðis, þannig var þetta að gera ferðir. Og nú félagsmennir núna 600, það hefur byggt skála á 7 stöðum og þeir skipta miklu máli. Og styrkur félagsins sjálfboðið að vinna félagsmanna. Nú rannsóknarvorferðir á Vatnajökul hófust 1953 og hafa haldið verið síðan og síðan sporðamælingar og útgáfa tímaritsins Jökuls. Þetta eru svona þeir hvað maður segja, sem sagt að hafi fylgt félagin alla tíð og svo gerir það reyndar margt meira og hefur náð miklum svona að teygja sig og gera mikið af hlutum núna og ég held að hafi verið bara vítamínsbrauta þegar ég hætti sem formaður og þann tók ný kynslóð við og hún að gera góða hluti eins og þið sjáið til dæmis í loftskeytastöðin til hádegið. Nú, svo það Jörfi og Landsvirkjun að nú jöklar mjög mikilvægir í vatnabúskap virkjana og skilningur á mikilvægi jökla var snemma ljós innan Landsvirkjunar. Hún stett á stofn 1965, Búrfell fer í gang 1970 og þá fer þetta og samstarf og jöklarnir skipta miklu máli fyrir vatnsbúskapinn og samstarfið hefst, við getum sagt, 1976. Þá fer Landsvirkjun að leggja til snjóbíl í vorferðir og hefur gegnt lykilhlutverki við að styðja við rannsóknir og uppbyggingu aðstöðu á Vatnajökli og víðar og drógu til dæmis húsin sem byggð voru flest frá 1977 snjóbílar Landsvirkjunar. Nú, það á engan halla þó hér sé nefndur þáttur Hannesar Haraldssonar sem að keyrði snjóbílana og var lykilmaður í vorferðum í marga áratugi, var gerður heiðursfélag Jörfi 2010. Ég veit ekki, Hannes ekki hérna í dag eða það? Já, Hannes kveðja frá Kanari. Hannes nefnilega, hann einn af þeim sem að mikið af þessu fólki sem endist svona vel í jöklaferðum, það fær svo kallega jöklabakteríu og losnar aldrei við hana, en hún mjög góð því að hún virðist svona gera fólk að hefur ekki áhyggjur af allum smámunum og lifir þess vegna lengi. Svo hann sem sagt á Kanari og það skil ég vel. Og nú hérna svo fleira fólk hérna. Nú Landsvirkjun á Jörfi að þá það kemst á þetta samstarf og á þeim tíma var Jóhann Már Maríusson aðstoðarforstjóri Landsvirkjunar og hann var nú svona tengiliður við og komast að miklu samstarfi sem hann Finnur mun átti mikið þátt í því sem Finnur mun nefna hér og eftir og Helgi Björnsson leiddi alla tíð meðan hann þangað til hann fór á eftirlaun og það algjör bylting í jöklararannsóknum á Íslandi sem að því fylgdi. Nú það svo arftaki Hannesar, Andri Gunnarsson og nú var formaður Jörfi. Nú, varðandi þetta, hér faratæki sem hafa verið notuð í vorferðu, þetta til 2022 og þetta voru fyrst svona víslar í eigu Jörfi sem að félagið eignaðist fljótlega, þeir litlir hægfara en komust yfirleitt alltaf áfram. Það eru þessir hérna, ég veit ekki hvort ég sjá þetta. Það eru þetta, get ég bent svona? Já, hérna. Og nú svo voru það bombardí snjóbílarnir og það var Guðmundur Jónasson sem að byrjaði að fara að fá slíka upp úr 1950. Þetta eru bílar frá Kanada, hendur mjög fyrir freðmýrar og slíkt, en í raun og veru alveg ómögulegir snjóbílar ef það einhver snjór. Og nema þegar harfenni, þá geta þeir brunað alveg 50 og
það til sögur af því sko þegar með öðrum snjóbílum þá fara harðfenni, þá bombin brunar upp brekkurnar og svo brölta hinni snjóbílarnir á eftir, svo kemur síðdegið, þá kemur kannski þíða, þá bombin komin í slef aftan í hina bílana. Þannig var þetta, en Guðmundur Jónasson fékk sér svona, hann var svo anskoti segur og þeir böslaðist á þessu og svo keypti Jöklararannsóknarfélagið slíkan bíl 1973 og þeir eru þarna herra megin og þetta svo gosi hans Guðmundar Jónassonar. Hér bombin. Nú síðan kemur bílaöldin en hér eru snjóbílar Landsvirkjunar. Jaki, hann fer að koma inn þarna miðjan 8. áratuginn og dró skála og svoleiðis og svo komu Hegglundarnir, gríðarlega svona öflugir snjóbílar. Svo nú reyndar komnir núna ný kynslóð eða svona stórir svona eins og snjótróðara bílar sem að hjálpa sér skáta á og þetta svona skipta gríðarlega miklu máli þó að sé hægt að fara allt á svona hratt á svona þá setur ekki 5 tonn af drasli og dregur það á eftir svona bíl þó að þetta sé öflugir bílar. Þeir spóla sér fasta. Snjóbílarnir skipta ennþá máli í stórum ferðum. Nú, Jöklararannsóknarfélagið, það kannski eitt mikilvægasta hlutverk þess fyrir rannsóknir á jöklum að hafa komið upp aðstöðu. Það eru skálar, það var byggður skálar á Breiðamerkurjökli, Breiðá, niðri við á Breiðamerkursandi og í Esjufjöllum 1951. Hann fauk nú 1966 og þá var settur ný skáli þarna 67. Svo settur ný skáli þarna 1978 og það var þetta 79, skiptir ekki öllu máli, vitlaust hjá mér. Og hann fauk 1999 og síðan var settur þriðji skálinn. Hann mjög vel festur. Og nú Grímsfjall, það hefur gengið betur. Þar eru 3 skálar, 1957, 1987 og svo þriðja húsið 1994. Þetta mjög góð aðstaða. Svo eru Kverkfjöll og Kirkjuból í Langjökli, Goðanhúka 1979 og ég sé að Kirkjuból tvisvar, þetta ekki nógu gott hjá mér. Og Landsvirkjun hefur stutt við þetta með því að leggja til snjóbíla. Þetta hefur skiptið mjög miklu máli. Og svo Jökulheimar og Grímsfjall. Og mynd sem sýnir, þessi mynd hún sýnir 2 snjóbíla Landsvirkjunar draga nýja skálan 1987, þetta sem sagt eldsnemma morguns í júní 1987 og eru þessi 2 snjóbílar að toga upp þetta stóra hús. Þetta gekk mjög vel og sem var algjör bylting fyrir alla aðstöðu fyrir rannsóknir á Vatnajökli myndi ég segja. En svo skiptir mjög miklu máli og það hafi verið meiðahýsi og þetta svítan og þau hafa verið notuð í mælingum og hann finnur kemur að því og eftir varðandi afkomumælingarnar sem að og það var mikla samstarf milli Landsvirkjunar og Raunvísindastofnunar sem að Helgi Björnsson leiddi áratugi og kom á. Þetta skipt gríðarlega miklu máli fyrir framþróun jöklarannsókna á Íslandi og þetta svo meiðhýsið í Svítan í vorferðin 1987 og í Grímsvötnum. Nú, þetta vorferðir Jörví, þetta svo Hegglundin að draga svítuna, þetta svona dæmigerð eins og þetta var og aðri snjóbílar og þið sjá svona græja skiptir öllu máli í stórum ferðum. Afkomumælingar hafa verið mikið stundar, þetta svona dæmi, þetta á Brúarjökli í Veðurstöð, finnur kemur nú að þessu og þetta verið, svo afkomumælingar verið að bora, þetta gert í vorferðum en miklu meira í öðrum ferðum eins og finnur kemur að og þetta vor og haust og þetta allt svona, þetta hefur skipt miklu máli. Nú, svo kemur hér bara til að loka þessu, þetta voru farsælt samstarf í 48 ár. Landsvirkjun leggur til styrkir Jöklararannsóknarfélagið ferðir félagsins, vorferðina og annað. Og hann hefur ómetanlegur fyrir félagið og stuðning við skálaflutninga hefur skipt höfuðmáli.
en aðstæðan sem Jörfi hefur komið upp á jöklum skiptir miklu máli fyrir allar rannsóknir. Ég held samstarf í framtíðinni lofi mjög góðu og samvinna áhuga fólks og vísindafólks sem hefur tíðkast hér í gegnum Jöklarannsóknarfélagið og ýmislegt annað vekur töluverða athygli út fyrir landsteinana og þykir mjög eftirtektarvert og það hefur maður heyrt í samtali við ýmsa kollega erlendis og partur af því að við komumst þó þetta vel af í þessu litla harðbýla landi og þar með mínum orðum lokið. Takk fyrir. Opinberlega kærar þakkir Magnús Tumi, virkilega áhugavert og einmitt ánægjulegt að sjá hvernig þetta samstarf hefur þróast síðustu áratugina. Næstan ætla ég að kalla til Finn Pálsson. Hann verkfræðingur við jarðvísindadeild Háskólans og hefur leitt þetta samstarfsverkefni Landsvirkjunar og jökla, þetta samstarfsverkefni vöktun jökla langt skeið. Velkomin Finnur. Og ég verð nú að láta að fylgja með á þegar ég fekk á blaði, Finnur náttúrulega hefur verið og einn helsti sérfræðingur landsins í afkomumælingum og það meira en að segja það. Það alveg magnað að fá að sjá þessar myndir, bæði afkomumælingum og svo ísjármælingum til kortlagningar og hefur að sjálfsögðu verið mjög virkur í starfsemi Jöklarannsóknarfélagsins. Gjörðu svo vel, Finnur. Takk. Það sem ég ætla að segja frá byrjaði undir stjórn Helga Björnssonar og ég flæktist inn í þetta sem nemandi í rafmagnsverkfræði af því ég var blankur vor og gat ekki klára námið og þurfti að fara að vinna fyrir mér og lenti þá í vinnu hjá Sigfúsi Björnssyni, bróður Helga, sem rak þá fyrstu rannsóknarstofu í verkfræði við Háskóla Íslands, merkjafræðistofu og þar var verið að vinna úr mælugögnum úr Túnajökli eða frá Túnajökli 1980. Þannig ég búinn að vera býslega lengi í þessu og með Helga eiginlega alltaf þennan tíma. Hann enn að vinna með mér þó hann sé löngu kominn á eftirlaun. Það sem að það búið að vera mjög farsælt samstarf milli Landsvirkjunar og Raunvísindastofnunar eða jarðeðlisfræðistofu eins og þetta heitir víst núna. Það var áður jarðeðlisfræðistofa Raunvísindastofnunar. Þetta dálítið flókið allt saman, flóknar sögur, það skiptir ekki máli. En við getum sagt að jöklarannsóknir eins og Magnús búinn að vera að lýsa eru mjög mikilvæga fyrir Ísland og ekki síst fyrir virkjanafyrirtækin sem að nýta vatnið sem rennur frá jöklunum og þó að það sé kannski ekki aðalega áhugamál okkar sem erum í vísindum að þá helgum við okkar starfi því að skilja hvernig náttúran virkar og við höfum það markmið að afla grundvallargagna eðli jökla, þróun þeirra og viðbrögð í breytilegu loftslagi og ekki síst kannski vatnafari jökla. Og séð frá Landsvirkjun að þá afmörkun vatnasvið á jökli mjög mikilvæg. Það liggur ekki alveg ljóst fyrir þó maður hafi góð kort af yfirborði jökuls hvernig vatn rennur frá þeim. Það afmarkast við jaðar og síðan hægt að rekja sig upp en maður þarf að hafa upplýsingar botnin líka til að þetta sé hægt. Og síðan eru önnur gögn eins og afkomumælingar og skilningur á því hvernig snjór bráðnar og svo framvegis að þetta skiptir máli það hvernig afrennsli mun breytast með tíma og eða hefur breyst í fortíð og nútíð og svo aftur í framtíð. Hér voðalega ljót mynd sem ég bjó einhvern tíma til fyrir 15-20 árum sem átti að lýsa öllu sem okkur langar til að gera. Og það nú eiginlega kannski í stuttum máli þá erum við búin að setja eitthvað í eiginlega öll bóksin og tengja saman og út úr því þetta, þessum gögnum sem við höfum safnað, þetta keyra tölræn líkön hvernig jökull þróast. Og það þá sett inn einhverjar upplýsingar veðurfar eða veðurgögn beinlínis úr fortíðinni og skoða hvernig að jökullinn þróast með tíma. En almennt má segja að til jöklarannsóknar þarf einhver söguleg gögn. Það til heilmikið af gögnum á Íslandi hvernig jöklar hafa verið að stækka og minnka, ára hlaupa vegna jökulhlaupa, jöklar að ganga fram og framvegis. Þessi gögn hafa verið rýnd mjög ítarlega. Hrafnhildur Hannesdóttir sem hérna í salnum, hún
skrifaði sína doktorsritgerð upp úr slíkri vinnu og fleiri hafa gert slíkar rannsóknir. Við þurfum að vita eitthvað lögun yfirborðsins. Hún var þarna 1980 illa þekkt því að kortin voru gömul og voru eiginlega bara kort af jöðrum jökla og rétt svona upp í 1000 metra hæð. Annað var bara teiknað svona fríhendis eftir flugmyndum. Þannig að þar var ein óvissan og lögun botns var náttúrulega lítið eða ekki þekkt. Það voru gerðar mælingar 1950 eða 51, ég man ekki hvort, með dínamiti. Það voru sprengt og hlustað eftir hljóðbylgjum og þannig voru gerð nokkur snið á Vatnajökli. Þannig að komu einhverjar upplýsingar helstu þykktarstærðir. En lögun botnsins má kortleggja með öðrum hætti. Við þurfum gögn afkomu, við þurfum gögn hvernig ísinn skríður, hvernig hann flytur massan sem að safnast fyrir á efri partinu niður á lægri hlutan þar sem hann bráðnar. Það þarf að hafa einhver veðurgögn og svo framvegis. En við þurfum líka að hafa upplýsingar eðlis eiginleika íssins, hvernig hann bregst við álagi ef maður ýtir á hann, hvort hann brotnar eða hvort hann aflagast og svo framvegis. Og við þurfum að byggja upp einhver líkun þetta, eðlisfræðileg líkun og sem eru bæði flaumræn, þar að segja, sem kallað analóg, setja upp jöfnur og líka stafræn líkun, þannig að þetta stinga þessum upplýsingum hegðun íssins inn í reiknilíkun og keyra fram. Það var á þessu árabili voru miklar framþróanir í heiminum á kortlagningu jökulbotns. Það var farið að nota radartæki til að mæla ísþykktir en það voru radarar af hárri tíðni þannig að þeir sáu ekkert í gegnum íslensku jöklana sem eru þýðir. Það er af því það er svo mikið vatn inn í jöklanum íslensku vatnsbólur sem að bara dreifa orkunni sem send niður út allt. En á þessum árum var að koma fram upplýsingar að með því að lækka tíðnina, vera með lengri öldulengd, þá mætti pota bylgjunni gegnum jökulinn. Og það var eitt af því sem að Helgi kom með hingað og var brautryðjandi í að láta þessa tækni verða til hér sem tæki sem mætti nota. Og hér á myndinni eru starfsmenn Raunvísindastofnunar sem eru þarna frá vinstri er Magnús Már Magnússon sem núna hefur lengi verið aðalritari Alþjóða jöklarannsóknarfélagsins í Cambridge. Helgi er þarna, Sigurður Þórarinsson, Marteinn Sverrisson sem smíðaði tækin. Þarna er Páll Theodórsson sem var brautryðjandi í eðlisfræði og Eggert Brím sem studdi fjárhagslega við smíðina á tækjabúnaðinum. Fylgið þið, ég ætla að leyfa Eggerti að sjálfstæðast lengur. Og Þorbjörn Sigurgeirsson sem var mikill frumkvöðull í jarðeðlisfræðilegum rannsóknum á Íslandi þó að hann hafi upprunalega verið lærður kjarnorkueðlisfræðingur eða kjarneðlisfræðingur hjá Niels Bohr í Kaupmannahöfn. Og svo er þetta Leó Kristjánsson. Marteinn var nýkominn úr námi frá Svíþjóð, þetta kringum 75 og var fenginn til þess að fara í það verk að smíða tæki sem sendi bylgjur á cirka 3 megalöfum niður í jökulinn og mældi endurkastíman. Og út frá því hægt að reikna ísþykktina. Og það var farið í prófanir á þessum tækjum, mældi ýmis mælisnið á Vatnajökli eftir að það var búið að fara og prófa tækið á Gljúfurárjökli fyrir norðan og Mýrdalsjökli voru mælisnið líka sem voru þau fyrstu sem sýndu í rauninni hve djúp askjan í miðjum Mýrdalsjökli er. Og þarna eru myndir af mönnum, ég sjá kannski Helga Björnsson lengst til hægri með vindil, greinilega glaður eftir góðan vinnudag og þarna vinstra megin neðst má sjá Pál Einarsson og Martin sem smíðaði tækin. Þarna maðurinn í bláu fötunum heiti Jón Sveinsson, hann er þarna við fyrstu gervitunglastaðsningatækin sem voru smíðuð og notuðu gervitungl sem var nýbúið að setja á braut. Þau voru ekki mörg, það var bara 1 tungl. Þannig að í staðan fyrir að mæla einu sinni 20 tungl, að mældu með sama tungl í 20 sinnum og það tók nokkra daga. En það var hægt að reikna úr staðsetningu með cirka 20 metra nákvæmni, þannig að þetta var gríðarleg bylting. Og þetta tækið var smíðað hér við Raunvísindastofnun að frumkvæði Þorbjörns Sigurgeirssonar sem kom víða við. Samstarf ísjamælingar má segja að hófst 1980 með mælingum en eftir samtöl 1979 milli
Helga Björnssonar og Freysteins Sigmundssonar sem var verkfræðingur ég held að hann hafi verið á VFST á þessum tíma, og Jóhann Már Maríusson sem Magnús nefndi nokkuð sinnum áðan, að þeir voru miklir hvatamenn að þetta yrði gert. Þannig að hafa lagt út mælinet á Tónarjökul og það mælt. Ég held að þetta verk hafi tekið 3 vikur og hafi verið cirka 10 manns í verkinu. En þarna ekki nein siglingatæki til, það ekki til GPS-tæki eða neitt slíkt, þannig að það þurfti að leggja út mælilínuna með því að nota 200 metra langa spotta og mæla svo hotrétt á það og svo framvegis, þannig að það þurfti alltaf þennan mannskap í að leggja út mælinetið. Og hér sjáum við fólk sem glaðlegt hérna að loknu vinnudegi að spila, sjáum Helga hérna fremst, Valda. Já, það getur vel verið, en þeir eru allavega freka glaðlegi framan. Og þarna Valdi Rakari sem hefur nú lengi verið einn af máttarstólpum Jöklararannsóknafélagsins og í þessum ferðum okkar á jökla. Jón Sveinsson sem kom að tækjasmíðinu og var tæknimaður hjá okkur. Börnin kalla hennar mann sem styttan af jöklaafa. Ég veit ekki af hverju þessi húfa á honum. Og þarna líka Bryndís Brandsdóttir til hægri. Nú, það þannig að þetta var bara byrjunin á farsælu verkefni við að kortleggja alla stóru jöklana og raunar ekki bara botnin heldur líka yfirborðið til að gera kort af hvorutveggja. Og Landsvirkjun var langstærsti samstarfsaðilinn í þessum verkum, en það komu þetta fleiri aðeins og Vegagerðin og Rarik, Rannís og Alþingi með þess að veitti peninga í nokkur smáverkefni, Orkuveita Reykjavíkur og auðvitað Jöklararannsóknafélagið ógleymt. En það komu margir að þessu, en ég langar eins og Magnús að nefna sérstaklega Hannes H. Haraldsson sem var mjög mikilvægur tengiliður okkar og alltaf með okkur í þessum verkum og óþreytandi að samfæra samstarfsfólki á Landsvirkjunu mikilvægi þess að halda þessu áfram. Og hér Hannes á góðu degi. Samstarf ísamælingarnar má segja að sé þannig að við höfum lagt til sérþekkingu á jöklum og þá ég fyrst og fremst að tala um Helga hérna í fortíðinni. Við leggjum til ísamæli búnaðinn sem smíðaður af stofnunina. Við erum með sérhæfða tæknimenn sem eru með í ferðum og sjáum að halda tækjunum í lagi. Helgi sagði reyndar fyrir löngu síðan að hinn eðlilega staða tækja væri að vera biluð og hann hefur mikið rétt í sér í því máli. Ég nefnilega líka tæknimaðurinn í ferðunum og veit hvað þetta mikill hausverkur. Aðalega þó batteri og rafgeymar, það algjört hatursefni allra. En við lagðum líka til vélsleða, jeppa og ferðabúnað, hluta mannafla í leiðangrana og gagnavinnslu og túlkun auðvitað eftir á. En Landsvirkjun lagði til snjóbíl, einn eða fleiri eftir atvikum, jeppa, vélsleða, ýmsan ferðabúnað, auðvitað reynslumikla mælingamenn eins og Hannes og Sigur Pál sem var stundum með okkur líka og fleiri raunar, Hörð Hafliðarsson, sem var maður Ingu sem var á myndunum hans Magnúsar hér áðan. Hér og þeir kostuðu leiðangrana, það sé Landsvirkjun, þannig að þeir borguðu laun mælingamanna og sköffuðu svo vistaverur fyrir mælingamenn og hér eru vistaverur mælingamanna á Köldukvíslajökli 1982, þar sem þeir voru í 6 vikur. Þar af fyrstu 3 vikurnar í óveðri og gerðu ekki neitt annað en að spila og voru orðnir heldur leiðir. Hér eru búðir á Hofsjökli, þá búið að bæði, þið sjáu kannski að hér timburhús hægra megin, skoðlega Móilinhús sem voru einingahús sem voru notuð við virkjanaframkvæmdir og þetta bláa þarna fyrsta meiðhýsið, fyrsta svítan sem kölluð og þarna komin önnur svíta, þetta 1983 og þarna menn að horfa, skilst mér á Helga, að horfa á heimsmeistaramóti í fótbolta eða eitthvað svoleiðis, þess vegna þetta mikla sjónvarpsloftnet. Og hér sama svítan, þessi nýrri, komin niður á Skeiðarárjökul 1993 og Höglund sem hefur dregið þetta upp á jökul. Og þetta nýjasta svítan en hún því miður hún fór í ruslið í fyrra því að vindkviða fektina á brúarhandrið og eyðilagði hana. En það komin ein ný til viðbótar ef ég skil rétt. Hér eru myndir úr mælingarleiðangrum og þið sjáu að fólki hérna uppi til hægri, það að spila og komið á 3. viku í að spila og eru svona orðið dálítið leitt hvert á öðru.
Svo þarna niður í horninu hægra megin, hann eftir að vekja athygli á því að það líka, þetta aðeins nýri leiðangrar, þarna Eyjólfur Magnússon félagi minn í eðlilegri stöðu við mælitækin sem að sjálfsögðu bilað. Nú út úr þessum ísamælingum koma mælisnið og hérna sjáum við ísá á Vatnajökli vinstra megin uppi, á Langjökli í miðjunni 97 og á Túnárjökli Eyjólfur að þeysast að stað með mælitæki sem voru í lagi þegar hann lagði af stað allavega. Og þarna eru snið annars vegar með gömlutækjunum, mjög falleg snið sem að liggur frá Túnárjökli upp á Grímsfjall og fyrir neðan snið á Túnárjökli með nýrri tækjum, með stafrænum tækjum. Nú, þetta landið með jöklunum, eins og Magnús nefndi áðan, þá þekja jöklar 10% af landinu, en það búið að keyra það dálítið vel á vélstöðum og bílum og snjóbílum og kortleggja, og þið sjáið að það búið að rispa þarna alla stóru jöklana og á 2 áratugum þá tókst að kortleggja meira og minna botn allra jöklana. Það auðvitað ekki þannig að við þekkjum smáatriðin, að bilið á milli mælinna í flestum tilfellum að stærðargráðin nokkur 100 metra upp í kílómetra og það auðvitað ekki hægt að fiska smáatriði lands út frá því, en við sjáum á þessum myndum hér að mjög merkilega hluti eins og að það augljóst að í Bárðarbungu mikil askja, líka í Kverkfjöllum, landið þarna sunnan til liggur, bláleita landið liggur undir sjávarmáli, þannig að Skeiðarárjökull og Breiðamerkurjökull og minni jöklarnir, skriðjöklarnir þeirra austan til, þeir liggja í lægðum sem teygja sig alla leið út á Hafgrunnsbrún þegar betur að gáð eftir rof ísaldarjöklana. En einn af tilgangurinn var að afmarka vatnasvið til einhverja jökulfljóta sem að kannski mestur áhugi á Landsvirkjun að fá að vita hversu mikið vatnasvið á jökli væri til þeirra fallvatna sem eru nýtt í virkjanir eða til virkjana og Túnlá ein af þeim ám og hér sjáum við að búið að merkina myndina vatnasvið Túnár eftir að hafa búið að afmarka það með gögnum botnayfirborð, en hér Túnárjökull og þið sjáum að vatnasviðið kannski varla nema 1/3 af heildarsvæði jökulsins. Þannig að bláa svæðið afmarkar þann flöt sem að menn hefðu talið að skila í vatni til Túnár ef þeir hefðu bara yfirborðsgögn en ekki botn. Og hér til gamans, við höfum ekki eingöngu verið í mælingum og beinni túlkun þeirra, heldur höfum við í einstaka tilfellum farið í sérverkefni fyrir Landsvirkjun og hér dæmi verk sem að ég vann 2012, þar sem ég var beðinn að spá fyrir eða giska á þegar hvernig Túnárjökull yrði í laginu og hvernig vatnasviðið myndi breytast með tíma. Og ég vek athygli á því að þetta byggt á mismunum milli kortana sem eru þarna merkt 2003 og 2009 og þannig útbjó ég með að gera ráð fyrir að jökullinn myndi breytast eins og hann hefði gert árin áður, bjó ég til hugmyndum hvernig að jökulyfirborðið gæti verið 2015 og 2025 og ef þið kíkið á munin á fjólubláu og rauðu línunni þarna á myndinni, þá rauða línan afmörkun á kortiráði í hausti 2024 sem ég gerði í gær á gervitúnamynd til að bera saman og þið sjáu að þetta fellur nú ágætlega saman, þannig að þessi spá nú ekki alveg vitlaus. En við höfum unnið fjöldan af slíkum verkum fyrir Landsvirkjun sem að hafa verið nýtt til að spá fyrir reynslu í ám. En við fórum líka í afkomumælingar, það rétt að nefna að afkomumælingar höfðu verið gerðar áður bæði í ferðum Jökulráðstofnafélagsins og það hefur verið óreglulega mælt víða Vatnajökul og Mýrdalsjökul. Það voru einhverjir erlendir vísindaleiðangrar. Ég hef eiginlega ekki tíma til að fara ítarlega í gegnum þetta en segi að það byrjuðu kerfisbundnar mælingar á afkomu jökla í samvinnu Jarðvísindastofnunar og Landsvirkjunar 1992 voru gerðar mælingarnar, það sé jökul árið 91 til 92 á Vatnajökli og síðan sambærilega mælingar á Langjökli 97 en vatnamælingar Orkustofnunar höfðu gert slíka mælingar eða hafið þær 1987 á Hofsjökli.
Hér verið að byrja að mæla, það var algjör bylting í til að mæla snjóþykktina þá boraður kjarni í gegn með kjarnahólk og snjónum lyft upp úr hólinu og hann vigtar til að vita hver mikið vatnsígildi hans en til að bora þá þarf að nota kjarnarör sem eru kannski 10 cm í þvermál og það djöfulegt að koma þessu niður í gegnum snjóin og sérstaklega yfir íslensur, þannig að það var algjör bylting þegar það var hægt að gera þetta vélknúið. Og þarna heldur Hannes á snittvél sem að snúa þessu niður. Snittvél að snúa mjög hægt, akkurat á passlegur hraða. Og það var eiginlega forsenda þess að væri hægt að fara í þessi verkefni að vera komið með vélknúin bor. Og þið sjáu hvað Magnús kátur hérna að horfa á Hannes bora niður. Ég held að þetta sé Eyvi, Landsvirkjunar maður sem að horfir hérna eða hvílir sig á meðan. Veit ekki alveg eftir hvað. Og þarna eru Magnús og Hannes að lyfta kjarnanum upp úr og Helgi þarna bakvið sennilega með reislu eða vikt að vikta snjó í poka til að skrá niður mælingarnar. Og þarna við, þessu mynd tók ég af Magnús og Hannes að haustlagi á Túnajökli þar sem verið að vitja stikur sem voru skildar eftir í jöklinum vorið. En af því að það var nú verið að tala gott veður, þá nú ekki alltaf blíðan á jökli. Þessi mynd og ásamt nokkur næstu myndum eru teknað þegar við vorum fastir í svokölluðu Djöflaskarði sem á milli Eyjabakkajökuls og Hoffellsjökuls. Það verið ægilega vond veður og við vorum innilugtir þarna í 4 eða 5 daga. Og þarna erum við búin að finna bílinn, þennan fætti alveg á kaf og það verið að grafa hann upp og þið sjá við félaga minn Þorsteinn Jónsson þarna fjær og þarna eru þau félagar Þorsteinn og Sveinbjörn að reyna að ná snjónum úr vélinni svo sé hægt að setja í gang. Hannes aftur á móti settist inn í sinn bíl, setti í gang og það brotnaði eitthvað leið. Og svo getur þetta stundum verið svona. Þetta eftir eina nótt á Grímsfjalli, það ísaði bílana og það var voðalega leiðinlegt að fara út með sleggju til að berja ísinn af glænýjum vélsleða sem hérna við hliðina. Hér eru nokkrar myndir úr þessum afkomuleiðangrum og við þurfum auðvitað, við förum að vori, borum kjarnana, skiljum stikur eftir, mælum þær inn og förum svo aftur á hausti og þarna á myndinni til hægri í miðjunni, þar Hlynur sem hefur lengst að verið bílstjóri og maður okkar hjá Hjálparsveit skáti í Reykjavík og verið á snjóbílnum og hann þarna að brjóta upp vír sem liggur í ísnum. Og hér neðst á myndinni, sjáum við þarna myndinni efra megin til hægri, þetta drastlið sem við þurfum að hafa með okkur í einn afkomuleið okkur á pallinum við húsið í Jökulheimum. Myndinni hérna hægra megin til í miðjunni, þar erum við að mæla snjóþykktina með radar og gekk ágætlega, þarna voru mældar 1000 kílómetrar af snjósniðum. En við tökum gögnin sem að þarna eru sýnd sem mælipunktar á blaði og við getum brúað þessa mælipunta og búið til orðin kort sem að sýna dreifingu á vetrarsnjónum og sumarleysingunni eða sumartapinu, búið til úr því korti sem neðst sem þá heildarafkoman og svo getum við tegrað yfir þessi svæði og fáum þá svona súluritt sem að lýsa því hvernig hver meðalþykktin af snjó umreiknaði yfir í vatni eða verið, það eru bláu súlurnar sem falla tíma, rauðu súlurnar eru sumartapið, tapleysingin eða heildartapið yfir sumarið sem að rennur frá jöklinum og þetta sem metrar vatni jafndreift yfir jökulinn allan. Þannig að 3 metrar þýðir að við erum með 3 metra vatnsslag yfir allan vatnajökul sem við höfum horfið af honum. Og samtals þá hefur vatnajökull tapað 162 rúmkilometrum af ís frá því að við byrjuðum þessar mælingar. En ef við bætum við því að hann tapar líka vegna innri leysingar aðallega jarðhita, þá tapar hann eins og 60 rúmkilometrum í viðbót á þessu sama tímabili. Það þýðir hann hefur tapað 7% af rúmmáli sínu á þessum tíma. Og Langjökull gott betur en það, hann hefur tapað í kringum 20% frá 97. Þannig að þetta eru fyrir mikil sem í gangi. En
Það var farið líka að kanna af hverju snjórinn bráðnar, ekki nóg að vita bara að hann bráðnar, heldur þurfum við að skilja af hverju, þannig við getum búið til þetta samhengi milli veðurfars og þess hvernig jöklarnir hafa það. Og Hannes, það er að segja á vegum Landsvirkjunar, byrjaði að reka slíkar veðurstofur 1995, það var ein á Brúarjökli 95, síðan var farið í að byggja kerfisbundið upp mælanett og við vorum 96 og þá tókum við þátt Landsvirkjun og við þátt í Evrópuverkefni þar sem voru 12 veðurstöðvar í rekstri á jöklinum og við höfum haldið því nokkurn veginn áfram síðan, þessi samvinnu milli Raunvísindastofnunar eða Jarðvísindastofnunar og Landsvirkjunar. Nú búið að taka öll þessi gögn og koma þeim fyrir, búið að yfirfæra þau og koma þeim fyrir í gagnagrunni, þannig að þau eru orðið miklu aðgengilegri til notkunar og það er í rýniferli grein þessi gögn og svona því sem að þau segja okkur helst. En þau hafa nýst í ýmislegt. Meðal annars mælum við endurkasti frá jökulyfirborðinu, það er mjög mikilvægur þáttur ef jökulyfirborðið er dökkt, þá greipir það meira sólarljós og nýtir orkuna til að bræða. Hvítt yfirborð þýðir að stór hluti af sólgeislunni endurkastast. Þannig að þessi gögn hafa verið nýtt meðal annars til þess að kvarða mælingar á þessu endurkasti sem eru gerð með gervitunglum. Og hafa margir komið að því og síðasta greinin slíkt efni er frá Andra sem kemur hér á eftir í pontu. Öll þessi gögn samanlagt hafa verið nýtt til þess að búa til líkön af því hvernig jökullinn hegðar sér og hér er niðurstöður úr doktorsvinnu sem að Louise Smith vann, nemandi hjá Guðfinnu Aðalgeirsdóttur hjá okkur. Hún er prófessor í jöklafræði og þarna erum búin að nýta öll gögnin sem að við höfum verið að safna til þess að reyna að byggja upp eðlisfræðilegt líkan af því hvernig orka streymir að yfirborði til að bræða, hvernig snjór safnast og fær út úr því þokkalega gott samræmi milli mælinga og þess sem hún hefur verið að reikna og þessar mælingar voru síðan, eða þessi reiknilíkön voru síðan keyrð fram í tíma og þið sjáu að við byrjum þarna með, efst erum við með botnin vinstra megin og yfirborðið hægra megin í upphafi, þetta er þá hugsað að það sé kannski kringum 2000 eða 2000, já. En síðan keyrir hún líka með áfram út á 2 sviðsmyndum, annars verður gert ráð fyrir 2 gráðu hlýnun á öld og hins vegar 4 gráðu hlýnun. Og þið sjáu hvað Vatnajökull er ræfilslegur ef það gengur eftir á bara nokkur 100 árum. En við erum líka að mæla yfirborðið með því að keyra á öllum farartækjunum, erum við með GPS-tæki sem að skráir hæð og staðsningu jafnóðum og þessi gögn hafa verið mjög mikilvæg til þess að kvarða hæðarkort sem eru gerð eftir gervitúlagögnum. Fjarska mikið til að því og þið sjáum í línutna hérna til hægri að þetta eru línur sem hefur verið safnað á einu mæliári, þar sem í fyrra. Á myndinni vinstra megin þá er sýnt hvernig að jökulyfirborðið er að skríða og í hvaða átt. Og við getum sagt þá til þess að loka þessu að samstarf Landsvirkjunar og Jarðvísindastofnunar hófst fyrir hálfri öld síðan. Það er tiltölulega fátækleg gögn sem voru þá til jökla á landinu. Þetta var í fyrstu samstarf kortlagningu á botni og yfirborði einstakra jökulleininga. Frá því 1990 hefur samstarfi verið eflt. Það eru til nú orðið kort af botni og yfirborði allra stærstu jöklana. Við höfum hafið skipulega mælingu á afkomu jökla. Það er til að auka skilning á samhengi veðurþátta á jökulleysingar og þá voru farið að reka þessar veðurstöðvar og það er alltaf verið að bæta í safn yfirborðskorta, þannig við hefur langa tímaröð orðið af hvernig yfirborð jökla hefur breyst og þau eru mjög mikilvæg þegar að fara að keyra og prófa hvort að líkan breytileika jökla standast og það má segja þá að það hefur orðið algjör bylting á þessum tæpum 50 árum í þekking okkar á jöklum. Og svo get ég enda með því að vera hérna með langa lista af fólki sem hefur tekið þátt í þessu, ég ætla ekki að lesa. En nefna að það er ekkert alltaf jólin og jökli, þarna sjáum við að það var alveg forviða
kollegi okkar sem Etienne Berthier frá Toulouse í Frakklandi sem var með okkur í jökli, hann var algjörlega forviða þegar að dekki var slitið undan bílnum og það sendi byggða, svo kom það bara aftur og það sett undir. Þarna á myndinni vinstri megin þá dó maðurinn ekki sem var á sleðanum, það ég. Hann rétt seig ofan í þessa sprungu og ég gat eiginlega labbað af honum og upp á brúnina aftur. En þetta nú held ég alvarlegasta slys sem ég lendi í. Takk. Þakka Finnur. Stórkostlega áhugavert. Þegar ég byrjaði hjá Landsvirkjun fyrir 2 árum og hitti Andra Gunnarsson sem hérna með síðasta erindið, þá ákvað ég strax að hann yrði besti vinur minn af því að það var svo augljóst að hann væri með langmest spennandi starfið í öllu fyrirtækinu. Það var ekkert milli mála og hérna, svo er ég alltaf, hvenær er þetta að fara í ferð? Er ekki laust pláss? Og svona, ég ætla að leyfa honum að útskýra það sjálfur, hvað hann gerir, hvað hann hefur verið að sýsla við síðust ár. Andri, gjörðu svo vel. Takk Þóra. Já, Finnur var hérna með 60 aukaglærur sem ég rúlla henni í gegn. Ég geti skoðað þær eftir. Herðu, já, ég ætla hérna að fá að loka þessu hérna í kvöld morgun og bara gaman að sjá hvað eru margir hérna. Það búið að vera langir dagar undanfarið. En kannski svona grunnspurningin og Finnur og bæði Magnús og Finnur kom inn á þetta af hverju jöklar skipta Landsvirkjun máli. Það ekki bara til að gera fínar myndir og fara út í góðu veðri. Að vatnasvið Landsvirkjunar, það eru þessi 5 starfsvæði sem að fyrirtæki rekur með vatnsaflsvirkjunum og þetta allt staðsett meira og minna á hálendinu. Og þessi vatnasvið okkar þekja svona rúmlega 14% af flatarmáli Íslands. Þannig að þetta eru umfangsmikil svæði sem eru mikið vöktuð og í kringum svona 15 af þessu vatnasviðum eru hulin jökli. Þannig að þó að það sé í raun og veru bara 15 vatnasviðana hulin jökli þá er það samt cirka helmingur af þeirri rennslisorku sem við notum til að framleiða rafmagn. Þannig jöklar eru, ég hef lagt það til að breyta stundum svona skipuri til Landsvirkjunar og hafa jöklarna aðeins ofar. En það þá þannig að af svona í meðalári kannski 14 teravattstundir sem eru framleiddar af raforku með vatni á vegum Landsvirkjunar, þá helmingurinn af því á uppruna sinn í jökli. Þannig það augljóst mál að jöklar skipta okkur máli, hvað þeir hafa verið að gera og hvað þeir eru að gera og hvernig þeir munu þróast þegar framlíða stundir. Og það eru kannski svona tveir hlutir sem ég nefni oft í þessu samhengi bara við vatn og veður og svona rekstur á lokuðu orkukerfi sem svolítið háð duttlungum náttúrunnar hverju sinni. Það annars vegar náttúrulegu breytileiki, bara hvað gerist á morgun eða eftir viku eða mánuð eða jafnvel nokkur ár fram í tímann. Og bara eins og við heldum öll að væri komið vor hérna á þriðjudaginn og var hressilega kippt niður á jörðinni í morgun þegar við gengum út í snjókomu. Og þetta oft svolítið, þetta svona áskorunar í rauntíma hjá okkur. En svo eru náttúrulega undirliggjandi loftslagsbreytingar og svona hlutir sem kannski hnikar svolítið til þessum breytileika og nauðsynlegt að skilja hvaða áhrif þetta mun hafa á orkukerfið eða rennsli í ám til að geta tekið góðar ákvarðanir. Og kannski svona í dag þetta kannski fyrst og fremst þessar svona afkomu veðurmælingar sem svona grunnurinn í þessu prógrami okkar. En það eins og strákarnir komu báðir inn á kannski svona byrjast þessi þekking að byggjast upp svona kringum 1970 og ég líti á þetta svolítið þannig að menn svona byrja að tína til einhver púsl til að skilja einhverja stærri mynd og það svona menn byrja því að Ísjamálatunnajökul og Hofsjökul og svona, þetta svona bútasaumur til að byrja með. Svo komið nógu mörg púsl í myndina til að setja af stað svona kerfisbundna vöktun og þá koma inn eins og þessar samfelldu afkomumælingar á Vatnajökli sem hafa staðið frá 92 og Langjökli frá 97. Veðurstofan í dag, þá Orkustofnun með sambærilegt prógram á Hofsjökli, þannig að þetta svona til svona breiður grunnur og þekkingu afkomu jöklana.
og það ekki síður mikilvægt og mikilvægt fyrir okkur þessar veðurmælingar sem hafa verið gerðar. Því að það gerir okkur þá kleift að búa til, eins og Finnur myndi segja, tölræn reiknilíkön og meta þá hvað jöklar hafa gert í fortíðinni, hvað þeir munu gera í nútíðinni og hvað þeir munu svo gera í framtíðinni. Ég vil líka ítra það sem að Magnús og Finnur báður komu inn á, þessi svona ferðaþekking, þessi svona bara það að koma fólki lifandi á staðinn og tilbaka, hún ekki síður verðmæt og þó að við komum og sýnum ykkur línuritt og teljum okkur vera mikla vísindamenn, þá það ekki síður hópurinn sem bara lætur tæki virka og síður saman bíla eins og Magnús kom inn á áðan og þegar brotna dekk eða öxlar eða hvað það og það kannski svona okkar svona stærstis, svona ég ætla að segja samstarfsaðili í þessu, hefur verið Hjálpsveitaskáti Reykjavík undanfarin rétt tæplega 20 ár og það mjög verðmætir vinir að eiga í svona verkefnum. Og svo það kannski svona, það sem ég set sem stuðningu við samfélagi, svona samfélagslega útspilið í þessu, auðvitað þetta gögn sem nýtast Landsvirkjun við að taka ákvarðanir, oft mjög dýrar ákvarðanir. En það ekki síður bara innlegg þá í fræðasamfélag sem innlent og sífellt vaxandi erlendis frá líka og ég held að ef við skoðum greinaskrif og mastersritgerðir og doktorsritgerðir þá getum við fundið snertifleti við þessi gögn og upplýsingar alveg frá heimspeki og listum og alveg yfir í hörðustu raunvísindi. Þannig að þetta svona teygir anga sína víða. Það sem kannski gerist þegar svona búið að púsla þessa stóru mynd svolítið upp og kannski síðustu aldamót og ég myndi svona segja kannski á fyrsta áratugi þessara aldar þá svona fer Landsvirkjun í þann gír að nota þetta svolítið með beinum hætti. Og fyrsta skrefið svolítið að skilja fortíðina, geta útskýrt fortíðina og hvað það sem eru drifkraftarnir fyrir breytingar og leysingu jökla að stækka og minnka. Og þar kemur, sem ég þreytist ekki á að segja, að það ekkert að fara aftur í tíman og gera mælingar. Þannig þær mælingar sem við eigum, þær verða bara verðmætari með hverju árinu og þó við höfum gríðarlegt aðgengi að gervitunglum og líkönum og gervigreind og allt hvað í dag, þá gerir það okkur ekki kleift að fara og sjá eitthvað í raun og veru eigin persónu aftur í tíman. Allavega ekki fyrir við finnum þá upp einhverja tímavél. Þetta hefur þá, þetta virkar þá svolítið þannig að það búin til líkön og það settar eins sviðsmyndir fyrir jökla og veður og alls konar hluti og þá hægt að kreista út úr því í raun og veru hvaða hvort það verið að byggja nýja virkjun eða stækka virkjun eða ættum við að auka einhverja vinnslugetu, það þurfum við stærra lónu eða eitthvað svoleiðis, þá getum við svona lagt mat á þessa hluti í gegnum ákveðnar sviðsmyndir og eitthvað svona mannvirki sem hannað og byggt, það hannað fyrir, það hefur kannski líftíma upp á eina mannsævi, 80 til 100 ár og þá þarf að vera einhver innsýn í það hvernig aðstæðurnar að umgjörðin verður að kannski 30, 40, 50 árum liðnum til að mannvirkið í sjálfu sér sé þá bara bæði hagkvæmara og skynsamara og þetta snýst ekki bara það að það kannski meira vatn á ferðinu og þetta framleiða meiri orku, það snýst líka það bara stíflur og yfirföll og önnur mannvirki þurfa að vera undir þær áskoranir tilbúnar sem að framtíðin getur falið í sér. En eins og ég nefndi án þá kannski myndi ég segja svona frá 2002 og fram til 2010 þá Landsvirkjun svolítið að móta svona sitt verklag og sína vinnu, þátttakandi í alls konar erlendum og innlendum verkefnum, gerir líka mikið að bara vinnu innanhús til að svona búa til þann grunn sem við notum í dag til að meta í raun og veru breytileika reynslis og hvað hann getur gert fyrir okkur og hvað við getum tekið út úr þessu. Og eins átt okkur bara á því hvar vantar meiri gögn og meiri upplýsingar til að styðja betur við einhvers konar ákvarðanatöku. Þannig að þetta mótast svolítið kannski frá svona 2002 í gegnum alls konar samstarfsverkefni, bæði við náttúrulega stofnanir og apparat innanlands, en ekki síður erlendis. Það sem að kannski ég ætla að sýna ykkur nokkrar myndir sem draga þetta kannski fram að einhverju leyti og við sjáum þessari mynd hitastigsmælingu í Stykkishólmi. Þetta sennilega verðmætasta tímaröð sem við Íslendingar eigum. Hún til frá 1830, 1850 og sýnir hvernig hitastig hefur þróast í Stykkishólmi frá þeim tíma.
línuritið sýnt hérna sem frávik frá tímabilinu 86 til 2006 og myndin byrjar 1890 þegar við segjum að litlu ísöld hafi lokið Íslandi. Jöklar ná sinni stærstu stöðu og hafa meira og minna minkað síðan. Og við getum kannski greint svona 4 tímabilana. Fyrst svona aðeins svalarinnir í dag, svo hlýnar og svo kólnar og svo erum við í mjög hlýju tímabili núna þó það hafi kannski aðeins byggt af undanfarin 10 ár en það bara eðlilegt með að við bara þannig breytileika og sveiflu sem við búum við hérna út í miðju hafi og við getum þá bætt við næst merkilegustu tímaröð Íslandssögunnar sem eru sporðmælingar Jökulránsafélagsins. Óbúðslega einfaldar mælingar, það bara farið á hverju hausti að einhverjum jökulsporði og það bara mælt fjallaði nýjan frá föstum punkti og þetta bara í lengdarmetrum og rauða línan sýnir okkur sem hlutfall jökla sem ganga fram. Þannig ef línan fyrir upp, þá jöklarnir svolítið að belgja sig út og ganga fram og ef línan ef hlutfallið lágt, þá eru þeir frekar að hopa. Og við sjáum í raun og veru hversu nátengt þetta hitastigið. Þannig leið og hlýnar aðeins eða kólnar aðeins, þá umpólast þessi mynd og það gerist nokkuð hratt. Og ef við bætum svo við því sem vænst til að gerast á Íslandi framundir næstu aldamót. Þetta þá hitastigs sviðsmyndir teknar saman úr vinnu IPCC fyrir 2 mismunandi hlýnarsviðsmyndir. Það var alveg augljóst mál að því spáð að hér muni hlýna og þá getum við einungis ímyndað okkur hvað áhrif það mun hafa á jöklarna okkar og afrennsli frá þeim. Og svo það hin spurningin sem líka ekki síður krefjandi þó að þetta meðaltal hækki og rísi, hvað gerir breytileikin? Verður hann meiri eða minni, munum við sjá meiri öfgar og það margt sem bendir í þá áttina og þá kemur það líka inn á það að mannvirki og miðlanir bara geti staðist þessa nýju áraun. Þess vegna mikilvægt að hafa svona aðeins glugga fram í framtíðina. Og ef við kannski spekulurum aðeins í hvað, svona ef við horfum aðeins fram á veginn, þá náttúrulega þurfa alltaf að vera einhvers konar sviðsmyndir, það eitthvað mat á því hvað gerist fram í tímann og við vitum að jöklar alltaf að leitast við að finna einhvers konar jafnvægi við loftslag og þeim líður vel í einhverju, ef við gætum fest loftslagi þá myndi jökull á endanum ná einhverju svona fullkominni lögun. Á sama tíma vitum við að loftslag ekki fasti og það alltaf að sveiflast og breytast þannig þeir alltaf svona aðeins að vaxa og minnka og hafa verið að minnka heldur ört undanfarna áratugi, en við skiljum mjög vel hvað áhrif hitastig hefur, hitastigsbreyting hefur á jökla, úrkomubreytingar og svo framvegis, þannig við getum, ef við höfum einhverja forsendur, metið þetta nokkuð vel. En það náttúrulega óvissa fólgin í framtíðin og hvað mun gerast og það kannski þetta að draga fram svona tvö atriði þar. Það annars vegar bara hvernig mun losun mannkyns þróast. Og við höfum sviðsmyndir sem gera ráð fyrir ákveðnum hlutum í því samhengi og þá getum við dregið út gögn og svoleiðis líkunum en þetta fólgið, í þessu fólgin óvissa hvenær mönnum tekst að draga úr losun eða fara í orkuskipti og gera hitt og þetta og þetta kannski svona stóra myndin og svo kannski díteilin svolítið fólgin í því hvað gerist í raun og veru við Ísland. Við höfum séð undanfarinn áratug, kannski rúmlega áratug alls konar aðstæður hérna í hafinu hjá okkur, við höfum séð svona íkt mynstur lægðabrauta sem hefur legið fjær okkur og svona ýmislegt sem vekur upp spurningar sem hefur svolítið breytt þessum afkomu mynstrum allavega með hvernig þau voru á fyrsta áratugi þessara aldar. En í öllum tilfellum þá býr þetta til svona þessa rennslísaukningu sem við séð eftir 1995 og þetta svona ákveðið tækifæri til að nota þetta umfram vatn inn í kerfið eins og það stendur núna. Og við getum dregið fram úr svona loftslags framtíðarvinnu. Þá við sjáum fyrst bláa línu sem þetta aftur sett fram sem svona frávik frá meðaltali eða svona breyting með við tímabil. Og tímabili frá 2000 til 2020. Og bláa línan hún sýnir okkur svona hvernig afrennsli frá Brúarjökli, stærsta skriðjökul Vatnajökuls, hefur þróast svona sögulega frá 1950. Og það verður þessi aukning svona rétt fyrir aldamótin síðustu
og svo getum við dregið út fyrir mismunandi sviðsmyndir eftir því spár sem byggja þá á spám losun mannkyns frá í raun og veru að þessi græna sviðsmynd hún hefur oft verið kölluð business as usual. Þá þetta rétt rúmlega 4 gráður hlýnun við næstu aldamót og svo svona hægt og rólega minnkar hlýnunar ákæði þegar að við förum neðar. En þá sjáum við í raun og veru fyrir það sem við getum sagt vera köldustu sviðsmyndina. Þetta held ég eitthvað í kringum 1 gráðu hlýnun við næstu aldamót. Að þá enga síður erum við með rétt tæplega 1000 millimetra í aukningu afrennsli frá Brúarjökul sem gríðarlega mikið vatn. Ef við förum í efri sviðsmyndirnar þá erum við komin í raun og veru 4 og jafnvel 5 stærðargráðum hærra heldur en fyrir lægri sviðsmyndirnar. Þannig það mikil svona innbyggð óvissa í þessum sviðsmyndum líka og það alveg augljóst mál að þessi rennslísaukning hver sem hún verður mun skapa þessi tækifæri til að auka orkuvinnslu og nýta þá innviði sem þegar til eru betur. En þetta byggir náttúrulega svolítið á að svona magntaka óvissun og hvað skynsamlegt og hvað ekki. Bæði þá varðandi bara magn vatns sem mun gerast. Við vitum að jöklarnir okkar munu minnka, en eins varðandi bara tímasetningar, bara hvenær rennslístoppinn náð, hvenær byrja jöklarnir hvenær eru komnir í sitt nýja form og svo fram eftir veginum. Þannig að það eru þá bæði einhvers konar innviðir sem þurfa að ráða við og þetta gildir í sjálfu sér bara öll brýr og ræsi og önnur mannvirki sem þurfa að ráða við þessa rennslísaukningu og sama skapi ef menn sjá fyrir sér að nýta eitthvað af þessu vatni, það sé þá miðlun og vinnsluget í kerfinu til að taka á móti þessu. En við getum líka horft á þetta aðeins öðruvísi og eins og hér búið að setja upp tölrænt líkan og endurgreina rúmmál Vatnajökuls. Þetta nær frá 1940 og þá hann svona sirka í 3100 rúmkilometrum og svo sjáum við svona að þetta fellur mjög vel saman við hitastigsmyndina sem ég sýndi ykkur áðan í Stykkishólmi þegar að það svona ört massatap tímabili og svo hægir aðeins á því og svo hefur það verið mjög hratt síðan rétt fyrir aldamótin. Og við getum þá sett inn í svona líkön alls konar sviðsmyndir. Og þær geta byggt á loftslagssviðsmyndum losun mannkyns og þær geta líka byggt bara á tilfellum sem við höfum séð í fortíðinni. Bara við höfum séð ár undanfarin 30 ár sem við höfum mælt þar sem hefur verið rosalega mikil leysing og lítil leysing og töluvert miklar öfgar þar á milli. Og ef við byrjum á því að horfa á nokkra sviðsmyndir sem það sem litur sýnir okkur í raun og veru breyting á rúmmáli Vatnajökuls frá stöðu hans í dag, kringum 2020. Þá hann svona 2900 og eitthvað rúmkilometrar vís og það sem liturinn sýnir okkur breyting meðað við þá grunnstöðu sem hann hefur í dag og bláir litir sýna okkur hann stækki. Og við höfum sviðsmyndir inn í þessu kerfi þar sem að jöklar ná jafnvægi nokkur hratt og þær byggja allar á því að sjórinn í kringum okkur kólnar. Þetta eru bæði sviðsmyndir sem við höfum tekið út úr loftslagslíkönum og eins bara sviðsmyndir svona næmnigreining sem við höfum búið til. En í öllum tilfellum munu þeir halda áfram að tapa massa allavega í 30, 40, 50 ári viðbót áður þeir finna svona einhvers konar jafnvægi stöðu og ná að byrja að byggja sig upp aftur. Við getum líka hort á hinn endan á rófinu sem byggir þá á sviðsmyndum IPCC töluvert mikla hlýnun næstu aldamót í kringum 4,3 gráður hnattrænt og þá í raun og veru bara herðir á massatapinu. Og svo getum við hort á eitthvað á milli og þetta eru svona sviðsmyndir sem byggja meira á því sem við höfum séð í fortíðinni, annars vegar fyrir tímabilið fyrsta áratug þessara aldar, það sem var mjög hlýtt, það var almennt séð lítil vetrarafkoma og rigndi frekar en snjór. Þannig massatapi var nokkuð aggressíft og það heldur hægara ef við keyrum á þessu sviðsmyndum fram í tíman heldur en fyrir kannski þær allra hlýjustu. Og svo getum við í bleika litnum keyrt á fyrir tímabili frá 2011 til dagsins í dag, það sem hefur svona aðeins hægst á massatapinu og það fyrst og fremst í gegnum aðeins kaldara veðurlag og veturnar, þannig við fáum meiri vetrarsnjó, þykkara hlífðarteppi yfir veturinn sem svona skýlir jöklum lengur inn í sumarið. Þannig það ansi margt sem hægt að draga fram það er hægt að setja tæknilega sér hvaða sviðsmynd inn í þetta og draga út áhrifin til lengri tíma.
Og við getum líka hort á þetta og hérna nú hluta því sem að Finnur sýndi okkur áðan. Við sjáum hérna suðvestur hluta Vatnajökuls og liturinn þykktin. Hérna rauð lína sem afmarkar vatnaskil Landsvirkjunar þá inn á Þjórsársvæðið. Og þarna þessi svona helstu jöklar, Köldukvísl, Silkijökull og Túnajökull sem að allir fæða hérna jökulár á Þjórsársvæðinu. Og við getum bara byrjað því að keyra eina sviðsmynd sem miðar þá við svona meðal, bara það sem við höfum séð undanfarna 2 áratugi. Svona meðal ástandið ef við gefum okkur á loftslag myndi ekki breytast mikið frá því, það væri breytileiki sem við værum að lifa við. Að það sem að gerist hér að það heldur áfram nokkuð ört massatap í svona rétt rúmlega 100 ári viðbót. Þá jökullinn svona nálgast hann einhverja, eða svona hún fer að líða aðeins betur í sinni stöðu. Túnáin mun, vatnasvið Túnár séð illa, hann hérna einhvers staðar. Þannig að Túnáin það jökulfall sem fyrst mun tapa jöklunum sínum. Og það mjög líklegt að rennslistapið þar hefjist eftir svona 20 ár. Við getum líka hort á þessa hérna sviðsmynd sem svona töluvert hlýrri. Og þá teiknast upp hérna svolítið öðruvísi mynd og þetta gerist allt miklu hraðar. Við töpum í raun og veru Túnáni á endanum og við töpum megninu af Silkijökli líka. Köldukvíslajökull nær svona eitthvað aðeins að halda sér við en við erum náttúrulega komið svolítið langt fram í tíman hérna. En þarna erum við svona, þarna í raun og veru sjá þetta svona heldur, verður Vatnajökull svolítið ræðilslegur á endanum. Þannig að rennsli mun aukast verulega næstu svona 150 árin. Hann miklu lengur að ná sér jafnvægi af því það bara meira hitastig sem að keyra hann áfram og í þessum tilfellum þá hverfa Túná og Silki á endanum þó það sé svolítið langt í það en enga síður fyrir Túnána mælist þetta í svona 50-60 árum. Og svo getum við keyrt líka sviðsmynd sem gengur út á að það kólni og þá á endanum hérna fara jöklarnir okkar í það að vaxa, þeir byrja því að minnka, finna sér nýtt jafnvægi og rennsli eykst í svona 30-40 ári viðbót. Svo eiga þeir tök á því að byrja að vaxa aftur og fara að líða betur í sínu skinni. Og þetta eru dæmi sviðsmyndir sem þá gang út á kólnun hafsins hérna sunnan við Grænland eða vestan við Ísland og í raun og veru afkomu árið sem við höfum séð kannski fyrir tímabilið 2015 til 2020. Ef ég dreg þetta eitthvað aðeins saman og þetta svo sem held ég feta bara í fótspor þeirra sem hérna á undan mig voru að náttúrulega þessi jöklaþekking fyrirtækinu mikilvæg til að geta skynsamlega nýtt þessar auðlindir sem hérna Landsvirkjun eru falin nýting á og þetta öfluga samstarf hefur verið algjör lykil þáttur í því að geta gert þetta. Geta tekið þessar stóru, ég myndi segja dýru ákvarðanir, þær byggja allar á gögnum og þekkingu sem búið að búa til yfir rúmlega 50 ára tímabil. Og það kannski hinn punkturinn hérna að það svona óvissa í hérna hvað gerist næstu áratuginn. Ég held að línan stefnir upp, en það spurning hversu hratt hún stefnir upp. Og það alveg klart mál að það verður ríkjandi massatap áfram næstu áratugina, mismikið kannski eftir vatnsföllum. Og svo eru kannski svona afleidd vandamál sem að við erum kannski aðeins að byrja að sjá að geti verið að gerast. Og það það þegar jöklar minnka þá breytist vatnaskilin þeirra eins og Finnur sýndi okkur áðan fyrir Túnajökul. Og þá geta líka kvíslar sem koma undan jökli farið að færa sig og breytast og búið til svona afleitar áskoranir á þessu. Þá ég búinn, Þóra. Þá segi ég bara kærar þakkir Andri, Finnur og Magnús Tumi. Þið sem komuð í dag, innilega þakkir og þið sem fylgdust með í streymi og fundur verður síðan aðgengilegur á vef Landsvirkjunar. Kærar þakkir og góða helgi.